Plast og annað rusl sem ekki er flokkað endar í mörgum tilfellum í sjónum nema það sé grafið í jörðinni, sem sagt urðað. Það plast sem fer í sjóinn berst með straumnum og endar á einni af 5 rusliðum sem eru víða um sjóinn. Það getur verið hættulegt fyrir sjávarfugla og lífverur sem búa í sjónum vegna þess að þau rugla litríka plastinu við fæðu og borða það. Plastið gefur lífverum sallleika tilfinningu þegar þau eru í raun ekki södd. Þetta leiðir oft til dauða þeirra. Þetta er líka slæmt fyrir okkur mannfólkið því þetta plast mun síðan enda í matnum okkar. Það ferli virkar þannig að litlu fiskarnir sem borða plastið verða borðaðir af öðrum fiskum sem verða borðaðir af til dæmis túnfiski sem við borðum svo í mat. Þar sem að plast hverfur aldrei, brotnar það bara niður í smærri og smærri parta þangað til að verða að örplasti. Og að slæma af örplastinu er að þau gætu bara verið í sjónum að eilífu. En ef að plast, eins og þessi flaska hérna, er flokkuð, þá á það mun bjartari framtíð og það fer með trukk í verksmiðju þar sem það er kramið niður í frum efnasambandi sitt. Það er síðan hitað og látið það þannig að það getur nýtst aftur sem plast í aðra vörur. Þetta er svona það sem við köllum hringrás plastsins. Þessum plastvörum má nefna stóla, veski, tannbursta, hnífapör og jafnvel flugdreka. Með því að gera þetta endar plastið ekki sem mengunarveldur í hafinu. Við viljum auka gæðin og möguleikana til að endurvinna plast. Af þeim ástæðum erum við að flokka plast í 4 flokka. Það eru plastumbúðir, frauðplast, filmuplast og hartplast. Allar þessar plasttegundir eiga til með að blandast saman í plasturusli hjá almenning og fyrirtækjum sem veldur því að þeir sem taka á móti plastinu þurfa að flokka þau sundur. Dæmi um þetta er svona stór plastfilma sem gæti vafist utan um minna plast og eins og frauðplast sem að auðvelt með að brotna niður og getur mólnað niður og blandast við aðra tegundir af plasti. Svona blöndun leiðir til þess að það sé hægt að endurvinna minna hlutfall og meira fyrir brennslu. Til þess að gera plastinu kleift að hafa betri endurvinnslu hlutfall þarf að flokka plastið í þessa flokka. En það getur verið erfitt að vita hvaða plast er hvaða flokkur. Þannig að núna mun ég fara yfir hvernig plast tilheyrir hvaða flokki. Plastumbúðir. Plastumbúðir eru algengasta plasttegundin á heimilinu. Sem dæmi eru það matarílát eða sjampóbrúsar. Plastumbúðirnar mega ekki vera með matarleifum og þurfa að vera alveg tómar. Það má setja þær í heimilisplastrusl eða gáma í hverfinu. Frauðplast. Frauðplastið er erfiðasta plasttegundin af því að eins og ég nefndi áður þá brotnar hún niður í litlar agnir og blandast við aðrar plasttegundir sem eyðileggur flokkunina. Frauðplast þarf að vera hreint og þessi þýðir bara ekkert límband, engin pappi, engin steypa, annars er ekki hægt að flokka það. Filmuplast er verðmætt og þægilegt til flokkunar ef það er gert rétt. Þetta kemur vanlega frá fyrirtækjum en gæti komið frá heimilum af nýjum vörum eins og raftækjum eða plastpokum. Þetta ásamt ekki við lífplast sem er efnið sem eru notuð í flestum burðarpokum í búðum í dag. Hartplast segir sér svolítið sjálft. Hlutir úr þessu flokki eru til dæmis leikfönguplasti sem er samt ekki með rafmagni, þvottakörfur, ruslatunnur, garðhúsgögn, blómapottar og bara ýmis fleira í þeim dúr. Takk fyrir mig.